Friðrik, Úli. á þessum tímum sem við lifum á í dag eitt málefni sem að mikið búið umræður í og það andleg heilsa og sérstaklega andleg heilsa ungs fólks. Já. Og þar margt sem mætti verið betra. Potið, klárlega. Og það það sem við ætlum að tala um í næstu nokkrum þáttum, það óákveðið. En við ætlum að... Við erum með svona tölfræði. Já. Frá embætti landlæknis. Við ætlum að fjallum svona hvernig staðan í dag. Já. Og svo restina af þessu hætti fyrir að spila þessum okkar reynslu þegar sjálfur hefur við glímt við andlegt mótlæti eða vanheilsu. Já. Og það ástæða fyrir, það svona hluti af ástæðinu fyrir því að við brennum fyrir þessu málefnum. Já, en bara svona til þess að fólk átti sig betur á stöðina, þetta ekki bara eitthvað svona fluff eða eitthvað svona auðvitað hefur ungt fólk bara alltaf ungt fólk og gamlir fornir heimspekingar vitna það að ungt fólk bara í vandræðum oft. Jú. Þetta bara hormónar og hluti að vera til. Það samt eitthvað sérstakt við stöðuna í dag. Já. Og bara nokkur gögn frá embætti landlæknis sem ég var aðeins að skoða daginn. Nokkri hlutir sem jákvæðir fyrst áður við tölum það sem neikvætt varðandi og þetta allt ungt fólk, annarkvæmst úlinga eða allt að 30 ára. Já. Og ef þið viljið nákvæmar tölur og upplýsingar þá getur bara að fara á embætti landlæknis á netinu. Úlingar / ungmenni. Já, en á þeim aldri þá hefur neysla á tóbaki, áfengi og veipi minnkað svolítið síðast ár. Já. Hreyfing virðist hafa aukist í COVID en samt svona aðeins byrja að lækka aftur eftir það og 90% 8. til 10. bekkinga fá tilfinningarlega stuðning frá fjölskyldu. Bara nokkrir hlutir sem eru mjög jákvæðir. Já. Það heimurinn ekki alveg að farast. Nei. En það sem neikvætt meðal annars að einmannaleiki hjá fullorðnum eða ungfullorðnum, sérst 18-30 ára eða 30-35 einmannaleiki hjá þeim hóp hefur aukist jafnt og þétt síðan 2016 og haldist svolítið í stað jafnvel aðeins lækkaði í gegnum COVID og hjá sama hóp hefur orkudrykkjaneysla aukist síðust ár sem að getur haft slæmar afleiðingar og haldist svolítið í hendur við andlega heilsu. Þriðji hver 10. bekkingur upplifir kvíða daglega, þetta gögn frá 2023 og vellíðun og hamingja 8. til 10. bekkinga hefur á árunum 2016 til 21-2 minnkað 5-10% úr 84 niður í 79%. Það að segja af þeim sem segja ég hamingjusamur eða geta sagt það. Já. Þannig, sem eru náttúrulega bara sláandi tölur. Já, það samt 79%, 80% sem segast það hamingjusam, en það að minnka. Akkurat, en þetta með að þriðji hver 10. bekkingur finnir fyrir kvíða, það sláandi. Já, það mjög eitthvað sem það að tala og eins og við munum koma til með að tala í næsta þætti og þar næsta þætti ætlum við svolítið að tala bæði svona hvar kemur trúin inn í það, hvað hefur Biblían þetta að segja, svo ætlum við líka bara að spjalla sálræna atriði, slá aðeins út af því sem við erum varar að tala og fara aðeins í svona önnur fræði og svolítið svona náttúrulega okkar reynslu og svolítið bara svona út frá okkur bara svona hvað til ráða. Já. Hverju ráðlegum við eða þú svona hvað virkaði fyrir okkur. Já. Og við ætlum að taka, ef ég byrja bara ég segi stuttumáli, nokkra mínútur en í mjög stuttumáli, ég ætla að fara mjög hratt yfir mína upplifun. Ég bara frá því ég ólst upp og svona á unglingsárum sérstaklega þá glímdi ég aldrei við neitt sem ég gæti kallað kvíða nema bara eins og hver annar en ekkert svona enga hræðilega vanlíðan eða þú veist neitt líkt því og bara hélt alltaf að ég myndi aldrei ég sá alveg fólki í kringum upplifa kvíða eða þunglindi eða hvað heitir en hélt bara að ég myndi aldrei gangi í gegnum eitthvað svona svo bara 2023 þá og með smá fyrirvara en þá basically byggist upp bara einhvern svona hræðist í mér einhver ófrið eða svona kvíði og vanlíðan sem ég átti pínu erfitt með að setja puttan á hvað nákvæmlega var en svo bara það fara að ágerast og það fara að trufla bara meira en bara líðan mína það bara hefur áhrif á hvernig ég að vinna í vinnunni það hefur áhrif á hvernig ég heima samskiptin og pappa og mamma fór hann að taka eftir mig leitla og fleiri hlutir þannig að ég fór að tala bara sérfræðinga
bæði sálfræðinga og ég var í miklum samskiptum og mjög hreinskilinn og heiðarlegur við pabba og mömmu hvernig mér leið og svona þótt að það sé erfitt að setja puttan á nákvæmlega af hverju mér leið illa þá eru kannski 3 atriði sem að voru mín upplifun að truflaði mig það var ákveðin einmanaleiki ákveðin svona skortur á þótt ég var kannski ekki endilega að stanslaust einn og ég hafði fólk skilur en bara einhvern veginn upplifði mig samt einmana og vantaði kannski ákveðin tengsl eða já, upplifði ákveðin einmanaleika svo upplifði ég líka bara mikla glímu með trúna svona ákveðna löghlíðni að vera of strangur við sjálfan mig sem að er alveg tendency ennþá í dag og maður svona vill vera harður og ákveðin en maður vill samt vera sína sjálfur sinni náð eins og Guð gerir en mikil glíma við bara svona þessa löghlíðni einhvern veginn svo og einhvern veginn óna það að mér leið illa þá leið mér illa með það að líða illa sem að ég held að hafi líka verið mjög stór mistök voru mjög stór mistök og það var eitt af því sem ég lærði svolítið að bara stundum bara líður mér illa og það er bara lífið er svoleiðis og mér fór að efast sjálfum í trúnni er ég virkilega heill fyrst mér líður svona af hverju finn ég frið, hvað er í gangi skilur, alls konar spurningar svo í rauninni bara þetta byrjar allt saman frekar hratt þetta er í desember 2023 já sem að ég fer bara í smá leyfi frá vinnu og uppræðanlega ætlaði bara að gera stutt en svo var það pínu fram og tilbaka og endaði með að vera bara í fleiri vikur og var svona kannski alltaf hálft ár sem að ég tók í að vinna í þessum málum og komast í gegnum þetta tímabil og það var með hjálp frá sálfræðingi og þá er ég að tala fyrir utan foreldra mína og fólki mitt sem að stóð með mér nærri en já, þá voru sálfræðingur ég hitti heimilislækni og fekk tíma og geðlækni líka og studdist við lyf á tímabili og prófaði það og ég svona allt þetta held ég að hafi tekið þátt í því að koma mér í gegnum þetta tímabil sumt vildi ég kannski stundum þurfti ég minn á sálfræðingnum að halda heldur en ég gerði og það var ástæðan fyrir ég líka síðan baka út af því á einhverjum tímapunkti stundum þú veist, já kannski þurfti ég svona að vanda hversu mikla hjálp ég fekk og ég vildi mjög passa mig á því að fara ekki út í bara eitthvað að hugsa alltaf mikið við sjálfum mig af því að það var líka stórleksi að bara þeim mun meira sem þú hugsaðar um sjálfa þig þeim mun meira meðvitaðar sem þú varst þig sjálfan þeim mun verða líður það er bara svolítið staðrind svona á ákveðnu leyti, já við höfum talað um heilbrigða sjálfsást í þessu podcasti og maður á að elska sjálfan sig að hugsa vel um sig en við erum bara víruð, við erum sköpuð til þess að hugsa út af við og einblín og aðra og það er þá sem að við erum raunverulega hamingjusum upplifum raunverulega gleði. Akkurat. Þannig ég gef 3 aðilum ef ég má segja það kredit fyrir það að ég komst í gegnum þetta. Það er Guð, þá bara mikil náð, mikil hjálp, fyrirgefning að hluta til af því að ég stundum bara strögglaði með að treysta honum og var kannski að hluta í eitthvað annað mig sjálfan eða whatever en ég þurfti fyrirgefningu frá Guði og náð og bara lækningu og hjálp til þess að mér myndi líða betur. Fólkið mitt, það er nummer 2, pappa, mamma, þú, áama, vinir, skilur bara fólk sem að studdi mig og stóð mig nærri og svona rólega erfitt fyrir því að stundum þurfa bara þið líður bara illa núna, þetta þarf bara við þurfum kannski að hugga þig eða gefa smá pláss stundum þurftu þið bara að segja kannski harðar orð stundum eins og ég segi, þurfti ég kannski bara að slaka á og hvíla mig og jafna mig stundum var ég bara aumingi og ég held að það sé ég get sagt það sjálf með því að tala um mig en ég held að það eigi líka við sem að glíma við andlega vanhilsa að þetta bara í sjálfsvorkunni eða sjálflækni og það er bara getur verið ákveðin aumingiskapur nú er sjálfsögðu ekki að stimpla það á allt en það getur átt við þannig að ég þurfti að læra það í minni reynslu að stundum bara þarf ég að hvíla mig og stundum þarf ég að rífa mig í gang og það er svolítið líka þriði faktorinn að það var bara ég sjálfur að ég þurfti að ákveða það og hafa trú á því að ég geti komist í gegnum þetta og jafna mig og staðið upp já og kannski svona til að slá botnin í það rænt þá var það nokkra leksíur sem að fyrsta lagi bara hvað Guðin á yfir og hvað hann fyrirgefur og hann læknar og hann hjálpar og styður og hann sendir fólk og þetta var líka mikið leksí í það að bara gleði mín finnst í því þegar ég hugsa aðra og þegar ég einblín á aðra
en ekki endalaust að velta mér upp úr sjálfum mér að einu vandamál og mér máliði illa okkur máliði illa, það bara hluti að vera mannlegur og já, svo líka var það ákveðið svona pínu óvænt myndi ég segja bænasvar að ég hefði verið að beða pínu fyrir meiri samkennd mér fannst mér skorta samkennd í garð annara vera oft svolítið kannski svona að finna ekki jafn mikið til með fólki og ég myndi bara, maður sér Jesús hafa samkennd og finna til með fólki og mér langar að finna til með fólki eftir þetta þá bara fann ég mun á samkennd að hún varð örlítið meiri og þá vegferð en bara það var svona ég elska hvernig Guð getur tekið eitthvað slæmt og sárt og breytið eitthvað fallegt og þetta var bara eitt af því ákvæði sem var komið til því að ég veit hvernig það er að leiða illa núna og ég finn meira til með öðrum sem er á svipuðum stað en já, það er svona mín upplifun og nokkar atriði sem ég kannski læra því og það er nefnilega það, þú veist, eins og áður en ég fer í mína sögu að þá langar mig að tala þetta, þú veist, að eins og þú talaðir skilur, að þú einhvern veginn svona voru nokkrir þættir sem að hjálpuðu þér, það var fagleg aðstoð, það voru lyf, það var félagslegur stuðningur, skilur, eitthvað svona allt saman og það er akkurat málið með andlega dífu sem að einstaklingur fær og gengur í gegnum að það er engin uppskrift af því að þú veist skilur þitt andlega krass og mitt andlega krass lítur aldrei eins út og þar af leiðandi er recovery processið og það er líka þú veist, og einmitt þetta að manni má líða illa veist, að stundu þarf maður líka bara að horfast í augu við það og það var ákveðin högg fyrir mig sem ég kem inn á aðeins á eftir þegar ég tala mitt að þú veist það var líka það að takast á við það að ég væri bara að ganga í gegnum tímabil skilur að bara þú veist nú á ég bara erfitt andlega skilur og bara þú veist þetta er eins og bara að vera með þú veist þetta er eins og að vera bara með líkamleg veikindi skilur að þú ert bara lasin í einhvern tíma skilur og það er ömurlegt á meðan það stendur en maður þarf að hafa vonina að þetta líður yfir og líður hjá en maður þetta líður hjá en maður þarf líka að gefa sér tíma og gefa sér leyfa sér að fá hjálp og vinna í sínum málum skilur að það að hunsa þetta þá ertu bara að rúlla boltar á mynda þér það er einn svona kannski rangumynd sem að maður hugsaði svona með því að hitta einhvern sálfræðing hvað er þá er hann að búa til vandamál með því að kalla þetta kvíða eða kalla þetta eitthvað og ég hef ekki trú á svona mér varst þetta atriði í áramandasköpinu mann ekki hvort það var núna síðast að þar á undan það sem var gæði sem var ofgreindur það var held ég núna í ár síðast áramand þá að mínum að þá mætti alveg greina fólk aðeins minna en það er gert í dag þótt að ég hafi mjög takmarkað þekking á því en þannig að ég vildi alls ekki vera greindur með eitthvað ég er að kljást við kvíða, já en þetta er bara vandamál sem ég er að glíma við það er ekki hver ég er Nei, nákvæmlega en að því sögðu þá held ég að maður þurfi samt að professa það ok, þú ert að glíma við kvíða, kalla það bara kvíða eða þunglítið eða hvað er þannig það getur verið nauðsynlegt eða gott að tala við sérfræðing og vera mjög blessuð að búa í landi þar sem það er mjög aðgengilegt þótt að geta alveg verið betra og ódýrara en stundum kannski myndir ekki hjálpa og ég upplifði það líka að einhverju leiti gerði það verra fyrir mig að vera kannski of lengi eða of mikið að velta mér upp á atriðum hjá einhverjum sérfræðingi og þá bara hætti ég, þá bara backa ég eða hefði kannski þurft að skipta sálfræðing og finna annan eða whatever, þannig að bara ég held að maður ætti að hafa það í huga að finna sig hvað virkar fyrir þig þarftu að greina vandamáli og setja puttana til að geta tekist á það þarftu hjálp eða þarftu bara kannski bara komast í gegnum 1 mánuð eða einhvern aðeins lengri tíma og kannski þarftu ekki sérfræði hjálp Nei, akkurat kannski þarftu bara kannski þarftu meira jafningja meiri aðstoð jafningagrundilli eða kannski þarftu það er bara eins og sé þetta er case by case basis en ef ég fer eins og sé hratt og stuttlega yfir mína reynslu að þá
hef ég verið bara allt frá því ég var ungur og þá svona þá hef ég verið svona frekar stressuð típa ég var einhvern veginn frekar tensaður ég átti andvöku nætur í 9. bekk að því ég ekki búin að velja með menntaskóla og eitthvað svona skilur bara svona sem er irrational þannig séð nema svo að ég held ágúst 2019 eða þannig haustið 2019 að þá fæ ég mitt fyrsta svona alvöru kvíðakast það var alveg gríðarlegt högg og bara svona og einmitt þetta að bara eitthvað svona og einmitt þetta bara hvað að gerast skilur og svo sem sagt tek ég mér alveg þá framundir janúar 20 bara til þess að svona svolítið átta mig á þessu skilur ég bara svona ákveða svolítið að svona núllstilla mig í þú veist mér rútínu og eitthvað að því að þú veist, þetta fór svo að gerast ítrekað þarna yfir veturinn 19 og svo náttúrulega kemur COVID og það setti olíu á eldin í rauninni hvað þetta var að því að það var náttúrulega bara svona ákveðin félagslega einangrun sem ég lenti í þar en eins og ég þarna, þú veist, og bara svona skilur má bara lokaður inni, basically eins og allir aðrir og hérna ég einhvern veginn bara rútínan einhvern veginn fór í mask ég var í skóla sem var allt í einu bara eitthvað inni hjá mér og bara svona, þú veist, margt breyttist skilur eins og margir þekkja en það sem hjálpaði mér mest þá á þeim tímamóti sérstaklega var það að ég var reglulega að tala við sálfræðing og hérna og svo bara einmitt þetta þú veist að ég gat þó haldið tengslum við ákveðin hópa fólki það var bara ákveðin hópa fólki sem ég bara hitti reglulega og ég gat bara verið svolítið bara einhvern veginn að deila því sem ég var að gangi í gegnum bara og þarna var hópa fólki sem var bara þannig ég var bæði með sálfræðing sem að ég var að segja hlutina til þess að fá eitthvað feedback til þess að fá okkur ráð og eitthvað og svo var ég líka bara að tala fyrir eyrum skilur, bara fólk sem ég treysti og ég veit að þykja vænt mig og var bara að hlusta á mig það var eitthvað sem hjálpaði mig mjög mikið og hérna og einmitt, þú veist, kirkjan öll og bara kristelt samfélagi kringum mig stóð alveg gríðarlega þéttu baki á mér í þessu bæði í verki og í bæn samtölum og slíku og ég fann það að það hjálpaði mér alveg gríðarlega og svo satt og svo það sem að svona var lokahnykkurinn í mínu recovery var það að ég komst á lyf og ég enn þann dag í dag á lyfjum og það var flókiferli að því að þegar maður fer á lyf að þá getur það ítt undir sem sagt einkenninu verða meiri áður en verða minni þannig að það var ákveðið bump í dæminu en eins og segi ég væri ekki hérna eins og stöður í dag væri ég ekki á þessum lyfjum í dag en og hef verið núna bara frekar stable í einhver ár og ég bara sem sagt og svona það sem ég tek helst út úr þessu einmitt bara hvað það mikilvægt að vera til staðar fyrir fólk sem í þessu að þú veist eins og bara með þig og fólki í kringum mig skilur að þú veist þið voru ekkert eitthvað að gera rosalega mikið þú veist, þið voru ekkert eitthvað bara ég ætla að bjarga málunum, skilur en þið bara voru þarna og það var bara þú veist, það var bara brjálæðislega dýrmætt fyrir mér að bara að hafa eitthvað sem bara var þarna og var aktífli að hlusta á mig og bara svona setja með mér í þessu og það svona það sem að ég hef líka tekið út úr þessu fyrir mig að þú veist, mig langar að nýta mína reynslu til þess að vera til staðar fyrir fólk á þann hátt sem að þau þurfa að halda þú veist,
nú er ég ekki sálfræðingur eða sérfræðingur í einu en einu, ég er aggressífur amatör eins og hér hefur komið fram en þú veist, ég er eira ég er, þú veist, ég get verið, ég get gefið á tíma mínum og ég get líka deilt að mér í reynslu að þú veist, ég hef gengið í gegnum svipað í einhverjum tilfellum að svona eins og ég kýs að kalla það að þú veist fara aftur inn í göngin vitandi það að það er ljós í endaramagöngunum og geta sagt bara þú veist, ég komst út og þú getur það líka og við viljum að gera það saman og það er eitt af því sem að heimilislæknir minn sagði mér þegar ég hitt hann fyrst þannig að þetta bara basically líkunar eru þér í hag bara fólk kemst í gennum svona hluti og fólki sem að stóð mér næst og veit svona nokkuð veginn úr hverju ég er gerður hafði líka trú á mér og vissi að ég geti það sem að ég gat með þeirra hjálp og þannig mér langar bara að skilja eftir í þessu samhengi svona áður við förum að ræða bæði biblíulega atriði og svona andleg hvað varðar tilfinningalíf og andlega heilsu og allir maður að ræða líkum svona sálræna atriði eða kannski svona smá fræði hvað varðar taugakerfi eða félagslega hætti eða hvað heitir en bara huga að öllu þessu ef að þú ert að klíma við andlega vanlíðan ekki vera vissum að þetta sé bara andlegt þar að segja svona spiritual ekki mental kannski heldur að þetta sé bara einhver andleg árás eða eitthvað en kannski er það bara alls ekki kannski er þetta bara taugakerfið og þú þarft líf eða eitthvað kannski er þetta félagslegu faktor og þú þarft bara félagskap kannski er þetta andlegt og þú þarft að fara í leggjast mikið á bæn eða eitthvað, ég veit ekki en bara huga að þessu öllu og það var eitt sem að ég er ennþá læri í dag að ekki halda að vanlíðan hjá mér ef ég upplifa einhverja vanlíðan í sálinni að það þýði eitthvað endilega í andanum það er að segja ég get alveg haft frið fram fyrir Guði og það er alltaf lægja á milli mín og Guðs að því Jesús stóð fyrir mig á krossinum og reisa upp punktur en mér líður samtilega illa stundum og ég þarf ekki að láta það hvernig mér líður í sálinni við erum gerð úr líkama sál og anda ég þarf ekki að heimfæra það sem er að gerast í sálinni yfir í andan eða hvað er að gerast í líkamanum kannski er ég bara ógeðslega þreyttur eftir langan dag og það bara að fara að sofa sjáum það líka í Biblíunni þar sem að menn eru bara hvað var það, Elía eða einhver spámaður sem að var bara eiga ógeðslega erfitt og hvort Guð sagði hann að fara að sofa og fekk sér napp og svo vaknaði og þá var einhver engill búinn að búið til brauð þannig að það var ennþá heitt bara get nice stundum þarf þetta bara að huga líkamannum eða skilur, kannski er eitthvað og var það ekki Páll sem skrifaði Tímóteus bara eitthvað fáður smá vín ef þau eru illt í maga sem að ég elska þetta vers að þetta segir okkur að Páll var ekki ofur andlegur hann var mjög andlegur en hann var ekki bara eitthvað við trúum ekki á læknavísindi bara byttu að þetta er illt í maganum flott að beða skilur ég mjög langar að beða þegar mér er illt í maganum örgulega, gera ekki alltaf en stundum en basically þú veist við erum með lyf sem er bara afurðir bara geðveikt þróaðar og nýttar afurðir úr náttúrunni bara einhver efni ég veit ekki eins og og þetta er bara úr sköpun Guðs og við getum bara nýtt þetta í til þess að hjálpa okkur með líkamlega og andlega líðan og þar með talið einmitt eins og víni sem að Páll sagði tímastöðus að drekka lítið af til þess að bæta flóruna eða þarfindar eða hvað var einmitt og líka bara varandi þú veist varandi svona læknavísindi og eitthvað að þú veist Guð er all over that allavega mínum að því bara Guð hefur gefið fólki þú veist bara ákveðna köllun að bara búa til lyf og eitthvað bara dæmi sem er bara crucial og þú veist bara gerðu það svo þarft að gera annarkvært þarftu bara að þú veist leggja þig, fara að kúka og fá þér nasl eða þú þarft að leita þér hjálpar og allt þar á milli er bara allt í góðu kannski er þetta bara að geta þreyttur og heldur að segja eitthvað að í andlega lífinu en þú ert bara með járnskort en allavega allt þetta helst einhvern veginn í hendur andlega og efnislega sem eru þetta allt saman andlegt einhverju leiti en við ætlum að tala meira það í næstu 2-3 þáttum þá til næst peace out